Já, Gummi, mættur til Oslo, hvernig er tilfinningin fyrir leikvöldsins? Hún bara mjög góð og það væri heldur betur draumur ef þetta væri bara alltaf svona fyrir hvern einasta útileik sem Ísland spilar þá á að vera fulla vélar frá Íslandi og góð stemming í borgin sem við erum að spila í og þetta getur ekki enda illa með alla þessa Íslendinga hérna í kvöld. Allir stuðningsmennirnir, menn verður þegar farið að tala eitthvað Brasilíu og eitthvað. Erum við ekki að fara að klára þetta samt í kvöld? Jú, ég er full að trúa því og kannski aðeins og snemmt að tala Brasilíu því að okkar séns að fara í gegnum umspilið og það er alveg ljóst að við munum mæta sterkum andstæðingi þar og ég held að við ættum samt bara að reyna að hugsa bara leikinn í kvöld og það sé erfitt því að ég sjálfur og maður heyrir það bara hérna í kringum sig á fólki að bara orðin býsna sigurviss og eiginlega krefst þess að við vinnum Noreg. Mér finnst það skylda okkar. En þeir mun ekki láta valta yfir sig hér í Oslo? Nei, ég er alveg sammála því og þó að það sé kannski ekki mikið undir hjá þeim þá vilt ekki, ef þú ert Noregur þá vilt ekki að litla Ísland vinni því og það er gerð sú krafa hér í Noregi að þeir vinni Ísland. Ísland er litla lið en eins og staðan í dag þá erum við bara með betra fótboltalið og vonandi sýnum við það hér í kvöld á Úlfar. Fastlega búistu því að Lars Lagerbäck stilla upp sama lið og hann hefur gert í undanförnum 2 leikjum? Já, hann er sænskur og Svíinn breytir ekkert mikið ef það virkar og það er búið að virka núna í síðustu 2 leikjum og Alfreð þarf líklega bara að bíti það súra epli þar sem hann var meiddur þarna í kringum Sviss og Albanaleikinn og verður að sætta sig við það en eins og bara öll viðtöl sem við séð við Alfreð þá kann hann alveg að takast á við það og ég efast ekki það að ef hann fær tækifæri í kvöld þá mun hann svara okkur og eiginlega svara Lars eiginlega með því að skora. Þetta lið sem við eigum núna, við erum náttúrulega ótrúlega mörg svona vopn í vopnabúrinu, það eru margir sem geta stigið upp og bara klára leikinn. Já, og það er bara svona kristallast í leikliðsins, held ég svo að segja. Við erum með menn sem að spila í sínum liðum og eru fasta menn þar og sjálfstraustu er gríðarlega mikið. Það smittar út frá sér kannski til þeirra, við erum alltaf með einhverja sem eru kannski ekki fasta menn í sínum liðum en þeir eru bara miklu færri núna heldur en að verið undanfarin ár og síðan eru við bara líka konum með betri leikmenn. Það verður bara að segjast alveg eins og er með fullri virðingu fyrir leikmennum sem voru hér fyrir einhverjum árum að við erum konum með leikmenn eins og Gylfa og Kolbeinn og Alfreð og við eigum náttúrulega Eðsmar og ennþá þó að hann sé aðeins farin að eldast. Jói Berg, Birkir Bjarna sem enginn má vanmeta, maðurinn er náttúrulega á við 3 í þessu íslenska liði Birkir Bjarna og það er ekki þetta kvart yfir neinu. Menn á að tala að við séum ekki nægilega sterkir varnarlega en ef við verjumst sem lið allir saman og hjálpumst að við það þá getum við varist eins og kongar. Þetta eru strákar sem að höndla vel pressu og við setjum á pressu á að klára þetta kvöld. Já, það er einmitt málið með sjálfstrausti að þeim er alveg sama hvað fólk er að skrifa eða tala og við höfum séð það til dæmis bara gott dæmi það finnst mér að vera bæði Kolbeinn og Alfreð, það er talað mikið það og þeir eru búið að toga það upp til skíjana í Hollandi meðal annars og sjálfsögðu hérna heima. Það truflar það ekki neitt, þeir halda bara áfram að vinna sína frábæru vinnu og spila eins og kongar og sama getur við sagt Gylfa sem margir ætla að henda út úr Tottenham bara hér fyrir nokkrum vikum þegar það kom rúmlega kippa inn af 9 leikmönnum og Gylfi við bara blási á það og aldrei spila betur heldur en núna með Tottenham. En þú ert ekki bara í skemmtiferð, þetta er vinnuferð líka? Já, þetta er heldur betur vinnuferð og við lýsum leiknum að sjálfsögðu í beinni á Bylgjunni í kvöld FM 989 ef það hefur farið fram með einhverjum en síðan ætlum við líka að halda smá fund hér á eftir með stuðningsmönnunum og fara yfir liðinn og bara hafa gaman. Þetta snýst það að hafa gaman. Það er ekki erfitt að gefa passjón af sér í lýsingum þegar íslenska landsliðið er annars vegar? Nei, það er bara eins auðvelt eins og það verður. Við hefum öll þann draum að Ísland komist í lokakeppni og við hefum aldrei verið nærði heldur en akkurat núna og ég veit ekki hvað maður á að segja, þetta yrði geðveikt ef við stígum þetta skref loksins og ég var ekki sannfærður það bara fyrir 2-3 árum að við myndum nokkuð tíman eignast lið hreinlega sem ætti möguleika á þessu eða væri að fara en við erum alveg merkilega nálægt í núna og þess vegna eigum við að njóta þess í botn. Skiptum mér á 12-una.